KEA-kortið minn hagur. KEA-kortið fyrir þig og þína. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Allt blés norðan vindur janúar morgun. Agnes og Friðrik lögðu af stað. Kaldur stóð bændaskap. Síðasta aftaka á Íslandi fór fram í Vatnsdalshólum í Húnavarsýslu þann 12. janúar árið 1830. Þá voru tekin af lífi Agnes Magnúsdóttir, vinnukona á Illugastöðum, og Friðrik Sigurðsson, bóndasonur frá Katadal. Þau höfðu verið dæmd til dauða fyrir morðið á 2 mönnum, Natani Ketilsinni, bónda á Illugastöðum, og Pétri Jónsinni frá Geitaskarði. Byggðasafn Húnvetninga og strandamanna á Reykjum í Hrútafirði sýnir nú gripi tengda sakamálum frá 19. öld og eru lykilgripir sýningarinnar Millur Agnesar Magnúsdóttur, en sagt að þær hafi fundist með beinum hennar þegar þau voru grafin upp og flutt í vígða mold. Þó saga Agnesar hafi verið nokkuð kunn hér á landi, þá vissu fáir af tilvist hennar utan landsteinana. Allt þar til ástralski rithöfundurinn Hannah Kent skrifaði bókina Náðarstund. Fyrir nokkrum árum síðan þá rak ég augun í það, og þá bjó ég nú reyndar ennþá úti í Lundunum. Ég rak augun í það í einhverjum fréttamiðli að það væri mikið uppboð í gangi á milli útgáfu forlaga réttin á því að gefa út bók sem væri byggð á einhverju íslensku sakamáli. Og svo las ég þetta mjög betur til þetta og sá að þetta var bókin sem við þekkjum sem Náðarstund í dag. Og upp frá því sá ég líka að það væri einhver áhuga á því að búa til bíómynd í Hollywood og eitthvað svoleiðis. Þannig að ennþá út í London þá sendi ég tölvupóst á ferðamálafélagið hérna heima. Bendum nú á það að þetta sé að fara í gang og það gæti nú alveg verið að það myndi aukast eitthvað áhuginn á þessum sögustöðum og eitthvað svoleiðis og kannski ættu menn að huga því að vera undirbúnir fyrir áhugann. Svo æxlast það nú þannig að ég tek við starfi hérna sem framkvæmdastjóri hjá Selasetrinu, flytt heim og svo kjörinn formaður í þessu félagi. Þannig að þá liggur þetta erindi frá sjálfum mér inni á borði hjá sjálfum mér. Þannig að eitthvað verði ég að gera í þessu þá. Þannig ég byrja á því að fara í mikið og gott samstarf við ferðamálafélagið í Austursýslunni og við gefum saman út bækling með helstu sögustöðum þessara mála í sameiningu og sem er svona í rauninni grunnforsenda fyrir því að það sé hægt að gera eitthvað úr hlutunum að þetta sé sett upp á svona kort fyrir þá sem að þekkja málin ekki neitt. Og svo er reyndar annað verkefni sem við erum að fara að vinna með Austursýslunni sem byggir þá því að gera í rauninni einleik upp úr því sem er til frá eigin hendi sýslumanns á þessum tíma. Það er önnur saga, við fyrir betur yfir það þegar það kemur að því. Blóðhlaupin augu slefur vitun hennar lagði. Rósing tiðja skarðis varð eins og hringrátt strá. Það sem kannski var að opna núna daginn, það sem er nýjast í þessu, er það að þegar ég var að garfa í þessum málum og sjá hvað væri til, að þá segir forstöðumaður Byggðasafns Húnvetninga og Stranda mér frá því að nú sé til hlutir á safninu hjá þeim sem eru þessar svokallaðar millur, sem eru svona litlir hnappar eða svoleiðis. Og Millur Agnesar sem hafi verið grafnar með henni og hún væntanlega verið með þá þegar hún var tekin af lífi, væru til á safninu. En vandamáli væri að þær hættu að vera í svona sérstökum kassa eins og verðmætir safngripir þurfa að vera í og það væri bara ekki til peningur til þess að vera með hlutunum til sýnis. Sem að auðvitað er ómögulegt að þessi eini hlutur, því að nú eru auðvitað öxin og höggstokkurinn á Þjóðminjasafninu, þessi eini hlutur sem er til í heimabyggð sögunar, eini áþreifanlegi hlutur, þannig séð, sem eru minjar þessa atburði, að hann væri bara einhvers staðar í geymslu.
Nú auðvitað höfðu starfsmenn safnsins verið mjög liðlegir með það að ef að fólk kom og bað sérstaklega að sjá þessa hluti að taka það fram. En ég þá lagði það til við stjórn Ferðamálafélagsins að við myndum greiða úr þessari flækju og leggja til úr okkar sjóði, meirihlutann af þeim peningum sem áttum til, í það að koma þessum pínu litlu hlutum, þeir eru ekki stórir, í sýningu. Það væri ómögulegt að þetta væri svona baksviðs einhvers staðar. Og það skemmst á því að segja að stjórnin mjög sammála því að þetta sé undirstöðuhlutur, undirstaða undir það að það sé hægt að vekja meiri áhuga og nýta þann áhuga sem komin og við gerðum það, við lögðum fram það fé og kostuðum það að koma þessu til sýnis. Sem svo varð úr því og þá náttúrulega kannski útfærslan betra að tala við þau sem unnu það því að svo sem á þeim tímapunkti málið komið úr okkar höndum. En þau útfærðu þetta enn frekar og bæta við 2 öðrum sakamálum í þessa sýningu sem nú komin upp, sem eru þá sakamál í Húnavatnssýslu og þetta mál og þessar myllur, þessi litlu hlutir, eru þar í öndvegi. En hvað ætli gerir það verkum að Agnes orðin svona eftirsótt og vinsæl? Ég held að auðvitað eru þetta svona tvennt mismunandi. Annars vegar held ég að áhuginn hafi ekki í rauninni aldrei horfið á Íslandi eða hér í heimabyggð. Þannig að það einn hlutur. En hins vegar með þessari bók hennar Hönnu kennt, þá hefur þessi áhugi orðið stigvaxandi allan heim. Ég meina það búið að, ég treysti mér ekki að segja nákvæmlega hvað mörgum, en það búið að þýða bókina yfir á 30 eitthvað tungumál. Og 5 af þeim erum við með bókina til sölu hérna á Seljasetrinum til dæmis. Og það sem að verður svo þegar maður búin með undirstöðuvinnuna eins og að búa til þennan bækling og koma þessum muni til sýningar, þá hægt að búa til einhverja vöru sem eru þá annars vegar núna eru farin af stað rútuferðir sem bjóða upp á það, 2 mismunandi sem bjóða upp á svoleiðis og meira að segja hestaferðir sem að fara þessar sögu staði á hestbæk. Ástralir náttúrulega sjálfur hafa óskaplega mikinn áhuga af því að þetta svolítið merkileg svona tenging við staðin sem eru að ferðast á, en þetta mjög víða bæði frá Norður-Ameríku og ég held maður megi segja bara víðsvegar af. Við eigum bókina á japönsku og indonesísku. Ég geti verið að selja miklu fleiri tungumálum ef ég fyndi rétta staðinn þar sem ég geti keypt hann inn á þokkalegu verði. Hvað ætli Agnes myndi segja ef hún væri til frásagnar það að vera orðin heimsfræg? Já, ég treysti mér kannski til að segja það, en það mjög magnað að þessi ógæfukona skuli vera það, skuli vera orðin svona fræg. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. IKEA-kortið frábær kostur. IKEA-kortið fyrir þig og þína.